með rás nummer 1 í götubílaflokknum með Guðmundur Sigvaldason. Hann er 30, ekkur Willys 55 og er með 318 mótpar. Númer 2 Þórður Gunnarsson, 29 ára Reykjavíkingur, ekkur Ford 42 með VAF6 Buick. Þá kemur Stefán Gunnarsson, hann er 23 ára eins og áður, ekkur Willys 66 með 307. Áætluð hestöfl hjá honum eru 250. Þá kemur Rögnvaldur Ragnarsson, 33 ára bóndi úr Jökulsárhlíð, hann ekkur Bronco Árger 66 með 6 strokka 250 Ford. Steingrímur Bjarnason er 23 ára, ekkur Willys 64 með 351 Ford. Og Ríkharður Jónasson, 29 ára, ekkur Willys 46 með 302 Ford. Þá kemur Steingrímur Árni Thorsteinsson, 23 ára nemi úr Reykjavík, ekkur Willys Árger 74 með 360 AMC. Og loks Sigmundur Sæmundsson, 23 ára rafvirki úr Reykjavík, hann ekkur Suzuki LJ80, 81 módel. Og það er mikið öryggisbúnað í svona torfærikeppnum, þannig að ganga mennum með slökkvitæki í hrönnum. En staðan eftir 4 þrautir var svo að Stefán Gunnarsson var í forystu. 15 stigum á eftir honum kom Steingrímur Árni Thorsteinsson, síðan Ríkharður Jónasson, þá Guðmundur Sigvaldason og loks Rögnvaldur Ragnarsson, og Guðmundur og Rögnvaldur eru með sama stigafjölda, 1005 stig. Og við förum í 5. þraut og þar er það Steingrímur Bjarnason sem fer fyrstur. Steingrímur Bjarnason var í 5. sæti fyrir þessa þraut, 775 stig. Í 3. þraut hafði hann aðeins fengið 20 stig, þar sem aðrir keppendur voru með 220 til 280 stig. Og þessi þraut er nokkuð löng, dekkjum þau eru hál eins og venjulega, og þar að auki eru dekk eins og þessi sem eru þarna undir bílnum hjá Steingrími grjóthörð, og þetta er nánast eins og að keyra á klappir. Hann bakkaði þarna 3 sár, þannig að hann fær ekki mikið fyrir þessa þraut. Þegar kom hann með 90 í mínus fyrir að bakka og 120 fyrir að bakka hér, eina ferðin enn. Síðan tók hann hér dekk. En við skulum þó sjá hvert hann fer. Og annað dekk. Já, það vantar sko ekki orkuna þarna, eða aflið réttara sagt. En hann fær aðeins 60 stig, 835 alls, hann bakkaði oft og tók dekk og það kostar sitt. Þá er það Ríkharður Jónasson, hann var í öðru sæti með 1080 stig, fékk 280 í fyrstu þraut, 300 í annari, 230 í þriðju og loks 270 stig. Hann tók dekkin óhikað. Já, fór kannski ekki alveg jafn hátt og Steingrímur Bjarnason, en hann fær þó 210 stig fyrir þessa þraut. Þá er það Steingrímur Árni Thorsteinsson. Hann var með 1110 stig fyrir þrautina, fekk 285, 5 stigum meira en Ríkharður í fyrstu þraut, 300. Jafnt og Ríkharður í annari þraut 225, þar fikk 5 stigum minna en Ríkharður og síðan 300 stig, 30 stigum meira heldur en Ríkharður. Þannig að Steingrímur var reyndar í öðru sæti fyrir þessa þraut. Ríkharður Jónasson eins og það er í 3. sætinu. Æjæj. Og fyrir hvert bakk koma 30 í Nei, Steingrímur. Þetta er held ég í 3. skipti í sumar sem bíllinn hans Steingríms leggst svona á hliðina í rólegheitum. Steingrímur er nú greinilega ekkert sérstaklega ánægður með þetta. En hann fær aðeins 0 stig. Aðeins segi ég. Hann fær 0 stig fyrir þessa þraut og er þá áfram með 1110 stig.
Ríkharður Jónasson þá kominn upp fyrir hann, því hann var með 1290. Þá var það Sigmundur Sæmundsson. Hann fekk 75 í fyrstu, 145 í annari, 240 í þriðja. Og 240 í þriðja, 270 í fjórða og 50 stig. Eða hvað ætlar hann að fá hér? Hann hoppaði þarna út úr brautinni og verður allavega að setja annan helming bílsins í gegnum hliðið. Hann er núna að fara í gegnum. Já, hann ætlar sko ekki að gefast upp. Sigmundur. Þessi bíll er með það bíl 54 hestöfl í hútinu. Gírkassin er upprunalegur Suzuki gírkassi og svo er einnig millikassan að segja. Hásingar að framan og aftan eru eins og undir venjulegri súkku, en hann er hins vegar búinn að rafsjóða drifin, þannig að þau eru læst framan og aftan. Dekkin eru 36 tómu og radial. Aukabúnaður í vél er enginn og keppnisárangur enginn, þar sem þetta er hans fyrsta keppni. Hann nælir sér hér í 50 stig. Fór glettilega hátt, en hann þurfti að bakka nokkuð oft. Og þá er hér kominn Guðmundur Sigvaldason. Guðmundur var með 1005 stig af Rögnvaldi fyrir þessa þraut og hann fer ekki lengra en þetta. Það er 0 eins og hjá fleiri keppendum. Hann situr greinilega fastur þarna í hálum dekkjónum. Veðrið var misjafnt þennan daginn. Það skiptust á skýin og skúrir, en þrátt fyrir það létu áhorfendur sig ekki vanta og fjölmenntu á torfærukeppni eins og þeir hafa gert síðastliðin 2 sumur og reyndar síðastliðin 15 sumur og ekki hafi borið á þeim fjölda sem mætti áður en þetta fór að koma mikið í fréttum. Hér er Þórður Gunnarsson á 3 hjólum, hann er með hægra afturhjólið á lofti. Ætlar hann að velta hér eins og Steingrímur? Nei, hann kraflar sig þarna í gegnum hliðið. Felldi þó dekkið. Og hann ákveður að bakka hérna. Geysilega duglegur bíll hjá honum, þessi gamli Ford með V6 Buick. Togar skemmtilega vélinn og bíllinn er auðvitað léttur. Það skiptir verulega miklu máli, þyngdin á bílunum. Það er miklu meira máli heldur en hestöflin, en hann fær þó aðeins 165 stig. Það er nýtt mínus fyrir að bakka og drepa á og stoppa. Og þá er það Stefán Gunnarsson. Hallaði dekkið þarna og hann náði að krækja í það með afturhjólinu og sleppur á þess að bakka. Hann virðist ætla að fá jafnmörg stig ef ekki fleiri heldur Ríkharður Jónasson. Já, fer nákvæmlega jafn hátt og hann fær sömu stigatölu, 210 stig og er þá enn efstur með 1335, 45 stigum á undan Ríkharði Jónassoni, sem er nú kominn í annað sæti eftir að Steingrímur lagðist á hliðina. Og þá var það Rögnvaldur bóndi og hann er bara fastur á önglinum, sýnist mér. Hann hefur krækt þarna í dekkið, þannig að hann tekst ekki að bakka þarna og fær því 0 stig. Er áfram með 1005 eins og Guðmundur Sigvaldason. Og þá ferum við í 7. þraut, þar fer Ríkharður Jónasson fyrstur. Byrjar hér á svona litlu hoppi og síðan lausbrekka og smá frákast efst. Verður 155 stig.
Steingrímur Árni. Þetta erfitt að fá svona hopp þarna neðst og hann fær aðeins 115 stig. Og það grannt fylgst með. Þá það Sigmundur Sæmundsson á súkkunni aftur. Og hann prjónar upp hólinn, fer bara lengra, já, fer heldur lengra heldur en Steingrímur Árni, 145 stig. Hann hefur þá aðeins 54 hestöfl á meðan að Steingrímur Árni hefur 180 hestöfl. Þá það Guðmundur Sigvaldason. Nei, það nú eins og hann missti hann úr öðru hvoru drifinu, brotnaði eitthvað þvíumlíkt. Hann nær sér þó í 140 stig þarna. Þá Þórður Gunnarsson. Já, hann læðist yfir hólinn. Það var nett. Fyrir þó að hoppa hér efst. Þórður fær 175 stig sem það mesta hingað til. Hann lagar því aðeins stöðu sína. Þá það Stefán. Ríkharður Jónasson fikk 155, það helst í keppinu til Stefáns að þessu sinni. Hann sigraði á Egilsstöðum en Stefán Gunnarsson fær 170 stig hér og eykur forskot sitt, kom með 60 stiga forskot á Ríkharð. Þá að sjá hvort Rögnvaldur fer lengra heldur en í síðustu þraut. Dekkin voru honum dýr þar. Rögnvaldur og Guðmundur Sigvaldason voru með 1005 stig báðir fyrir þessa þraut. Og það seiklast þetta Broncoinn og hann ekki eins og læstur að fram. 130 stig. Þannig að Guðmundur þá örlítið herri, 10 stigum á undan Rögnvaldi í baráttunni fjórða sætið. Það síðan stutt í Þórð Gunnarsson sem með 1100 stig. Þá það Sigurður Bjarnason. Og hann ætti hann bara upp. Jæja, hann tók þarna greinilega ákvörðun það að hætta sér ekki út í neina vitleysu þarna. Það 205 stig sem það hæsta sem að gefið hefur í þessari þraut. 1040 að hann komið með. Hann samt sem áður í neðsta sæti, 7. sæti af 8 keppendum. Og þá höfum við stöðuna hér eftir 6 þrautir. Stefán Gunnarsson aleinn í efsta sæti, 60 stigum á eftir honum kemur Ríkharður Jónasson og þá talsvert langt bil, 220 stig í Steingrím Árnason, Guðmundur Sigvaldason 1145 og á möguleika á 3. sætinu en þá og Rögnvaldur einnig. Sjöunda þraut og þar fyrir Steingrímur Árni fyrstur. Ekkert dekk farið ennþá hjá honum. Já, hann slapp við þetta. Að gera stoppa ekki. 1 dekk, 15 stig í mínus þar. Já, og klára þetta svo. Það var laglega gert hjá Steingrími. 285 stig. Það var Sigmundur Sæmundsson. Hann að flýta sér. Vantaði þarna hraða í þessa brekku. Æjæjá, upp með þig. 190 stig fær hann þá í þessa þraut. Komið með 1115 stig. Þá var það Guðmundur Sigvaldason. Guðmundur var í 4. sæti fyrir 7. þraut með 1145 stig.
10 stigum á undan Rögnvaldi Ragnarsssyni. Og síðan kom Þórður með 1100 stig, Gunnarsson. Þarna gafst nú greinilega vélinn upp hjá honum. Hefur trúlega skort bensín eða eitthvað slíkt í hallanum. Og þó allavega drap hann á sér og hann fékk ekki nema 220 stig. Það var Þórður Gunnarsson, var í 7. sæti fyrir þrautina með 1100 stig. Á möguleika á því að kroppa vel í hælana á Guðmundi og Rögnvaldi. Já, Þórður ætlar greinilega alla leið upp og það er refsilaust. Já. 300 stig og komið 1400 stig. Nú Guðmundur Sigvaldason aðeins með 1365 stig, þannig að Þórður er komin upp fyrir Guðmund. Guðmundur hrapaði í sætum við þessa síðustu þraut hjá honum. Það var Stefán Gunnarsson, hann hlýtur að ætla sér sömu leið eins og Þórður. Já, 300 stig. Það var Rögnvaldur Ragnarsson. Hann er lunginn ökumaður á þessum tiltölulega stóra bíl í götubílaflokki og auk þess með tiltölulega litla vél. Hann fer alla leið. 300 stig, leiðilega gert fyrir Rögnvaldi. Þá er það Steingrímur Bjarnason. Hann er refsilaus ennþá og klárar þessa þraut refsilaust. 300 stig þar. 1340 stig og komin upp fyrir Guðmund Sigvaldason. Rögnvaldur Ragnarsson er einnig fyrir ofan Guðmund eftir þessa þraut. En Guðmundur hefur fallið niður í 7. sæti þegar að dó á bílnum hjá honum í þessari þraut. Og Ríkharður Jónasson klárar þessa þraut með auðveldum hætti. 300 stig, 1745. Munar enn 60 stigum á fyrsta sætinu og öðru. Stefán í forustunni og Ríkharður í öðru sætinu. 8. og síðasta þraut og þar fer Sigmundur Sæmundsson fyrstur. Nei, þetta er of bratt fyrir 54 hestöfl. Of bratt og of laust. Hann nælir sér þó í 215 stig. Þá er það Guðmundur Sigvaldason. Hún gengur ekki alveg nógu vel hjá honum vélinn. Hún á að vera 150 hestöfl en einhver hluta vegna þá virðist hún ekki skila þeim út í hjól. Og Þórður, hann klórar þarna aðeins í bakkan en hálfur fyrir utan hlið en fær þó 270 stig. Þar sem hann fór með afturhjólinn í gegnum eða framhjáskiltinu sem gefur til kynna að hann sé kominn upp fyrir 90 skiltið svo kallaða. Þá fær hann þrefaldar á tölu. Stefán Gunnarsson fær 285 stig. Það vantar hestlumuninn til þess að fara upp á. Það skildi Rögnvaldur fara. Það er að reyna allavega. Nei.
240 og lýkur keppnin með 1675 stig. stigum ætti maður að sjálfsögðu að segja. Þá er það Steingrímur Bjarnason. Steingrímur heppinn að velta ekki núna. Skutlaðist þarna út á hlið rétt fyrir frákastið í toppi brekkunnar. Það var það Ríkharður Jónasson. Hann er alveg ákveðinn. Já. Því sé nú hvar þetta ætlaði að enda. Hann fekk 290 stig hér. Ég veist að það var tekið 1 dekk í leiðinni. Já, þetta er svona með stærri stökkum í götubílaflokki sem við höfum séð. En hann kláraði þrautina og fór alla leið. 290 stig verður að teljast nokkuð gott í þessari þraut. Nú og þá er það Steingrímur Árni Thorsteinsson. Ég held að hann sé alveg eftir í götubílaflokki í síðust. Já, hann fer bara alla leið líka. 285 stig. Og þá höfum við það lokastaðan hér. Stefán Gunnarsson í efsta sæti með 2090 stig. Ríkharður Jónasson í öðru sæti með 2035, þá Steingrímur Árni Thorsteinsson og ekki fyrsta skipti í þriðja sæti með 1795. Rögnvaldur Ragnarsson 1675, Þórður Gunnarsson 1670, Steingrímur Bjarnason með 1605, Guðmundur Sigvaldason 1595 og Sigmundur Sæmundsson á súkkunni með 1330 stig.